Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 29. apríl 2026 og hefst hann hér í Ráðhúsinu nú að klukkan 14. Þessi fundur númer 1626 í röðinni og þetta jafnframt síðasti fundur þeirrar ágætu bæjarstjórnar sem hér situr og búinn að halda 43 fundi á þessu kjörtímabili að þessum meðtöldum. Á því kjörtímabili sem nú að renna sitt skeið. Forföll á þessum fundi hefur boðað Margrét Rós Ingólfsdóttir að D-lista og í hennar stað situr fundinn Óskar Jósvarsson. 12 mál eru á dagskrá fundarins, þau eru þessi: 1. Umræða samgöngumál, 2. Almannavarnalögn, NSL 4, 3. Kjörtímabili 2022 til 2026, 4. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 404, 5. Framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 334, 6. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 327, 7. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 438, 8. Framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, 335, 9. Bæjaráð Vestmannaeyja, fundur númer 3258, 10. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 328, 11. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 405 og Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 336. Tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá, umræða samgöngumál, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, samgöngur til Vestmannaeyja eru einfaldlega óásættanlegar eins og þær eru í dag. En því miður þetta ekki nýtt vandamál. Þetta hefur staðið yfir allt of lengi. Við vitum það öll að það þarf að klára Landeyjahöfn, þannig hún verði höfnin sem okkur var lofað. Þær tillögur og breytingar sem að koma vonandi frá DHI og verið að vinna að og á að kynna á næstu vikum lofa vonandi breytingum og það algjört lykilatriði að stjórnvöld tryggi fjármagn í þær strax, ekki seinna heldur núna. En staðan í dag talar sínu máli. Við erum með bilað skip sem bætist ofan á allt annað. Önnur skrúan hjá Herjólfi 4 biluð eða mótorum við hana og skipið bara á 50% afköstum. Við erum með lokaða Landeyjahöfn eins og áður sagði og við höfum ekki síðan þetta skip kom opnað þessa höfn svona seint. Við erum með skertar flugsamgöngur sem samt var bætt í gær og það bætir auðvitað stöðuna en þetta eru fá sæti en þetta eru samt sem áður eitthvað sem ákveðnir aðilar sem að fara til læknis eða þurfa eiga erfiðara með að fara í Þorlákshöfn og annað geta nýtt sér. En flugsamgöngur koma aldrei í stað Herjólfs í Landeyjahöfn. Það einfaldlega ekki ásættanlegt fyrir samfélag sem þarf að traustum samgöngum að halda. Við erum eyja, bæði fyrir atvinnulíf, fyrir heilbrigðisþjónustun okkar og fyrir daglegt líf fólks, fyrir ferðaþjónustun og fyrir bara allt sem í gangi hérna. En í gær átti ég samtal við forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur samgöngurnar til Eyja og í framhaldi voru samgöngurnar ræddar á ríkisstjórnarfundi. Ég lagði skýra áherslu á við að grípa þyrfti til tafarlausra aðgerða að því við erum auðvitað að tala skammtíma aðgerðir og langtíma aðgerðir. En ég ræddi einnig við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra og allir þessir aðilar sýndu okkur skilning og það kannski hefur ekki skort á í gegnum tíðina að okkur hefur sýndu skilningur. En mér fannst það jákvætt að það kom yfirlýsing frá innviðaráðuneytinu síðdegis í gær þar sem að þeim kröfum það að við höfum að minnstakosti 2 flug á dag, Herjólfur 3 komist í drift og að upplýsingagjöfin sé bætt sem hefur verið mjög ábótavant og það var farið í nokkra að minnst á jandi 0 og ýmislegt. Þetta var gott. Þetta gott fyrst og fremst vegna þess að fókusinn á samgöngur í Vestmannaeyjum þá komin inn á borð ríkisstjórnarinnar. Og það auðvitað ríkisstjórnin sem tekur ákvarðanir og Alþingi svo í framhaldinu með ríkisstjórninni það hvað á að gera. En
Það hefur verið mikið spurt varðandi flugið. Af hverju að sé engin fyrirsjáanleiki, þetta séu 2 vikur sem framlengt og allt eitthvað svona stutt og vél með 9 sætum, þá Norlandair hafi þjónustað okkur vel og ég ætla bara að hrósa þeim, það verið fljótir að bregðast við, jável með dags fyrirvara að bæta við flugi. En staðan einfaldlega þannig að hér ekki fyrir svo löngu var gerð könnun. Vegagerðingar í könnun og öllum þeim stöðum sem þeir voru að fljúga til eða voru sækjast eftir ríkisstyrktu flugi. Og við vorum nú bara svo klár Vestmanningar, könnun var örugglega tekin í júlí, að við töldum bara rosa litla þörf fyrir þetta flug. Við töldum að vera gott að hafa flug yfir svona háveturinn og sko, ef þessi könnun er tekin í dag þá kemur hún allt öðruvís út. Þannig það er það sem við höfum verið að benda á. En það er algjörlega ljóst að 3 mánaða flug, ríkisstyrkt flug, dugar okkur ekki. En ástæðan fyrir 2 vikunum í senn er að flugið er boðið út og það er ekki hægt að gefa út meira en 2 vikur í einu þegar verið að bæta við samning sem hafa boðið út. Þannig þetta er svona tæknilegt atriði sem tengist útboð á evrópska efnahagssvæðinu og svona, sem að okkur finnst náttúrulega bara mjög fúlt vegna þess að það er alveg búið að sýna sig í vetur að hér þarf að minnstakosti að vera flug 6 mánuði á ári. Við myndum auðvitað viljað allt árið. En ég hef bara haldið að ef það er ríkisstyrkt flug í 6 mánuði, þá gæti flugfélagið bara flogið á móti sjálft, af því það er ekkert sem bannar flugfélögunum að fljúga, ekki neitt. Það er ekkert sem bannar Norlandair að bæta við ferðum, það er ekkert sem bannar Icelandair að fljúga. Og það væri auðvitað rosa gott ef það væri hugsað til okkar, ekki bara til dæmis yfir þjóðhátíðina. En Herjólfur 3 þarf að komast til siglinga strax. Auðvitað væri best ef það væri hægt að létta á til dæmis komandi helgi og biðlistum með því að 2 skip væri í gangi. En eins og staðan er núna þá mun hann ekki verða tilbúinn fyrir á þriðjudaginn. Það eru nýjustu upplýsingar frá Vegagerðinni. En það sem að truflar mig mjög mikið og truflaði mig líka þegar dýpkunarskipið bilaði og leit út fyrir að margar vikur í töf frá dýpkun. Að það er engin áætlun það hvað á að gera ef að skipin detta út. Baldur getur ekki mætt þörfum samgangna við Vestmannaeyjar. Það er ekki aðbúnaður fyrir farþega að það fari í Þorlákshöfn og það eru allt of lítil flutningsgeta á bíladekkinu. Þessu hefur við komið á framfæri og Herjólfur 3 hefur ekki verið seldur úr landi vegna þess að hann er auðvitað B-skip sem Baldur er ekki. Og það er ástæðan fyrir að hann er þar, en auðvitað þarf hann þá að vera tilbúinn. En hann á að koma eftir helgi og þá erum við í betra öryggi gagnvart því að Herjólfur 4 er auðvitað bilaður. En það er algjörlega ljóst, eins og staðan hefur verið, að Herjólfur 3 sem að, við myndum segja, var í komin að léttasta skeiðinu, er eina skipið sem getur uppfyllt svona að ákvörðun leyti kröfur okkar þær samgöngur ef að Herjólfur 4 dettur út. Að þá er algjörlega ljóst að það þarf að fara að undirbúa nýsmíði. Og það er það sem við höfum gagnrýnt í gegnum umsagnir okkar samgönguáætlun og á fundum með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að það er engin ferjuáætlun í landinu. Hún liggur ekki fyrir. Og það er ekki hvernig þeir ætla að endurnýja ferjur, hvað er næst og svoleiðis. Og það er mál sem er í langtíma hugsjóninni og þarf að leysa. En auðvitað getur þetta ástand bara ekki varað áfram. Við eigum ekki að þurfa að berjast fyrir grunnþjónustu eins og samgöngum árið 2026. Við greiðum sömu skatt og allir aðrir, greiðum sér mjög vel vegna þess að Vestmannaeyjar er sem betur fer öflugt samfélag og með góðum fyrirtækjum og fólk hefur góðar tekjur. En þetta er ekki hægt. Þessi barátta að laga höfnina er búin að vera í gangi síðan 2010. Ríkisstyrktarflugi var þá tekið af að því höfnin átti að þjónusta okkur að fullu. Það hefur ekki gengið eftir. En Jandi 0 er að koma núna og á að koma í september. En bara svo það sé sagt að því það er áhyggjur af því að samningurinn er strangt til tekið við Björgun rennur út 1. maí, en þeir eru ekki að fara að hætta að dýpka, svo það sé alveg á hreinu. Þeir munu klára þetta verkefni og við fórum strax fram á það að það kæmi auka dýpkunaraðili. En Vegagerðin hefur ekki getað fundið þann aðila. Það hefur ekki verið neitt skiplaust með þessum fyrirvara. En það á að mæla á 5. og það er ennþá stefnan. Ég ræddi við hann Kjartan í Vegagerðinni áðan og vonandi, ég sá nú að það er haft eftir upplýsingafulltrúanum að
að fara inn á seinna flóðið á föstudaginn en vonandi getum við tekið fyrra flóðið. Það er verið að vonast eftir því að það sé hægt að byrja að dýpka og svo bara bindum við náttúrulega vonir við það að það veður sem er helgina og að það er stórstreymt að það verði til þess að það sé hægt að sigla líka. En mér langar að enda þetta á aðeins jákvæðum nótum og ég verð bara að segja það að það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem erum í pólitík að finna samstöðun og kraftin í samfélaginu, hvernig við höfum staðið saman og haldið þeim sem hafa valdið og ábyrgðina við efnið. Að því það versta sem við gerum, sem bæði sem bæjarstjórn og sem íbúar, er að við förum að kenna hvort öðru um. Að því það er ekkert þægilegra en fyrir þá sem ráða og þá sem halda á fjármagninu að halla sér aftur í sætinu þegar við erum ósammála. Og við sem búum hér í Vestmannaeyjum, við erum öll sammála, við notum öll þessar samgöngur og það er svo frábært að fylgjast með því sem fólk hefur verið að gera og við erum komið undirskriftalista í gang sem gengur mjög vel að safna á sem Eyrún Haraldsdóttir sett á stað. Mér finnst algjörlega frábært að fylgjast með því sem fólk er að skrifa á netið, langflestir eru ótrúlega málefnalegir og ég verð eiginlega að fá að nefna hana Þórunni Pálsdóttur, mér finnst pistlarnir hennar á hverjum einasta degi, kom nýr í dag, hún satt við hliðina á mér á þessum frábælta handboltaleik í gær sem við unnum og gladdi okkar hjarta allra, að þá var hún í samskiptum við aðstoðarmann forsætisráðherra, Hanna Kristínu. Þannig að þetta skiptir máli að pressan komi frá okkur öllum. Og ég bara hvet fólk til að taka þennan slag að því þetta er fyrir okkur öll. En Landeyjahöfn er þrátt fyrir allt búin að vera okkur gríðarleg samgöngubót. Það hafa allir skoðun á því sem er í gangi og höfninni, en hugsið ykkur ef við förum aftur til 2010. Breytingin sem eru orðið á samfélaginu okkar, hverju hún hefur skilað, það er þess vegna sem við erum brjáluð, að því við viljum ekki fara tilbaka. Við getum ekki verið með þetta óöryggi. Það er ekki hægt að dingla framan í okkur samgöngum sem virka og taka þessu af okkur reglulega. En nú eru tækifæri, það er tækifæri fyrir, það eru einhverjir kjörnir fulltrúar hérna sem eru búin að gefa kost á sér áfram. Tækifærin liggja í tillögum sem munu koma. Það verður að fylgja þeim eftir, það verður að fara strax á stað með boltan vegna þess að það er farið að undirbúa fjárlögin og breytingarnar á Landeyjahöfn geta ekki farið inn í samgönguáætlun inn í hafnabótasjóð. Þetta er bara verkefni sem þarf að vinna til hliðar og það þarf að taka ákvörðun það og það þarf að fara fjárlög. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust les ég þessa innbókun. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna í samgöngumálum, samskiptin við ráðherra og vegagerðina. Samgöngur til Vestmannaeyja eru einfaldlega óásættanlegar í dag og þetta er ekki nýtt vandamál, en þetta ástand hefur varað allt of lengi. Klára þarf Landeyjahöfn þannig að hún virki eins og Eyjamönnum var lofað. Þær tillögur að breytingum sem DHI hefur verið að vinna verða kynntar á næstu vikum og það er algjört lykilatriði að stjórnvöld tryggi fjármagn í þær strax. Ekki seinna, heldur núna. Bilunin í Herjólfi 4 bætist ofan á það ástand sem verið hefur í Landeyjahöfn. Herjólfur 3 var ekki tilbúinn og því ekki hægt að fá hann til Eyja fyrr en í næstu viku. Ríkisstjórnin ræddi samgöngur við Eyjar á fundi sínum í gær og yfirlýsing kom frá innviðaráðuneytinu síðdegis. Hún tekur ekki á vandamálunum til framtíðar, meira þarf til að koma. Sameiginleg tillaga bæjarstjórnar milliliðalaust samtal ráðamanna við íbúa liggur fyrir á fundinum og ég tel rétt að ég leggi fram þessa eða lesi þessa tillögu núna og síðan gefi ég orðið laust bæði dagskrármálið og tillöguna. Tillögan er svohljóðandi. Samtal Eyjamanna við stjórnvöld, bæjarstjórn Vestmannaeyja boðað til opins fundar það ófremdarástand sem verið hefur undanfarna mánuði í samgöngumálum Eyjamanna. Dýpkun hefur ekkert gengið og höfnin enn lokuð. Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt í Landeyjahöfn síðan nýr Herjólfur var tekinn í notkun árið 2019. Ofan á allt annað bætist við bílun í Herjólfi, þannig að siglingin milli Eyja og Þorlákshafnar getur tekið alltaf 6 klukkustundir, tvöfalt lengri tíma en venjulega. Þetta hefur verulega áhrif á íbúa, atvinnulíf og grunnþjónustu í Vestmannaeyjum. Engin hentug varaferja er tilbúin til í landinu til að bregðast við svona aðstæðum og engin viðbragðsáætlun til staðar.
Bæjarstjórn telur mikilvægt að skapa vettvang fyrir opið og uppbyggilegt samtal við stjórnvöld þar sem farið verður yfir stöðuna, ábyrgð og framtíðarlausnir. Til fundarins verða sérstaklega boðuð innviðaráðherra, formenn stjórnmálaflokkana, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, þingmenn Suðurkjördæmis og vegamálastjóri. Það þarf ekki að taka fram að stjórnvöldum ber lagaskylda til að sjá Vestmannaeyingum fyrir nothæfum og öruggum samgöngum eins og öðrum landsmönnum. Fundurinn fer fram í höllinni á mánudaginn, 4. maí, klukkan 17:30. Og nú orðið laust dagskrárliðinn sjálfan og tillögur. Eyþór Harðarson, gjör svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar, umræður samgöngumál hafa sennilega komið á langflestum þessara 43 funda sem við höfum verið setið hérna á þessu kjörtímabili. Nú 29. apríl 2026 og enn Landeyjahöfn lokuð, 16 árum eftir að við Eyjamenn héldum að seinasta ferjusiglingin til Þorlákshafnar væri sigld. Á svona stundum kemur upp í hugan hvernig standi á því að ríkið, eigandi Landeyjahafnar, klári ekki framkvæmdina. Við sem höfum staðið í endalausum samskiptum við vegagerðina og ráðamenn undanfarin ár fáum þá tilfinninguna að viljinn til að leysa samgöngumálin við Eyjar mjög lítill. Það á alltaf að treysta á að það komi góður vetur veðurfarslega séð svo þetta virki betur á næsta ári. Atvinnulífið og hinn almenni bæjarbúi getur ekki sætt sig við þetta ástand öllu lengur. Þessi staða skaðleg öllu bæjarfélaginu. Nú verðum við að taka höndum saman hvar sem við stöndum í pólitík, þingmenn, ráðherrar, þingflokkar í heild sinni þurfa að sameinast að vandamál Landeyjahafnar þarf að leysa með þeim aðferðum sem Vegagerðin mun leggja til á næstu vikum eftir að skýrsla frá dönsku straumfræðistofnuninni, DHI, verður gerð opinber. Þær tillögur mega ekki fara ofan í skúffu hjá áhugalausum ráðherrum í framtíðinni. Þar þurfum við að beita öllum þrýstingi sem mögulegur Vonandi vex skilningur ráðamanna einnig á nauðsyn áætlunarflugs til Vestmannaeyja og munum við auðvitað pressa á aukið flug á næstu árum og þar höfum við verið að tala fyrir 6 mánaða áætlunarflugi að lágmarki og fleiri ferðum á viku. En auðvitað þarf að þetta verða eitthvað dýnamík í þessu flugi í tengslum við hvernig Landeyjahöfn að virka. Það eitt sem maður lærir á að taka þátt í sveitarstjórnarmálum í Eyjum. Það krefst stanslausrar baráttu eða öllu heldur varnarbaráttu að halda uppi eðlilegum eða ásættanlegum samgöngum við Vestmannaeyjar. Annars versnar ástandið. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri taka til máls? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, byrst ásökunar að einhver sinadráttur fara með mig akkurat. Forseti, gott að hafa sjúkraþjálfara í hópnum. Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir ágæta súmmeringu á í rauninni því sem að bæjarstjórn hefur verið að tala undanfarin 4 ár og undanfarin 8 ár og við getum farið lengra aftur í tíma. Og það dylst engum þessa dagana að staðan í samgöngumálum hún óboðleg. 20. og eitthvað apríl komin og staðan eins og hún og það sem verra að í mínum huga, það sem verra heldur en vont veður og slæmar aðstæður í Landeyjahöfn að þá finnst mér verra að upplifa undanfarin 8 ár, undanfarin 4 ár og í gegnum tíðina það sem að ég myndi kalla takmarkaðan áhuga þeirra sem að völdin hafa yfir þessum málaflokkum. Og mér langar að vekja athygli á samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 sem að núna til umræðu og meðferðar í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Að í þeirri tillögu sem að þar sett fram fjárframlag til reksturs ferjusiglinga
minnkað úr 1,7 milljarði í 1,4 milljarð á þessu tímabili. Og þetta er algjörlega óásættanlegt fyrir íbúa í Vestmannaeyjum og öðrum samfélögum sem reiða sig nánast alfarið á ferjusiglingar. Og gert er ráð fyrir 600 milljón krónum í dýpkun Landeyjahafnar í þessari tillögu. Þetta þyrfti að vera nær 1 milljarði ef að vel ætti að vera, þannig að það sé borð fyrir báru til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem að til dæmis eru uppi í dag. Og þess má líka geta að í fjárlögum að þá er þessi upp að 350 milljónir, ef við skjótast ekki. Og það er öll ósköpin og það er þetta sem að bæjarráð er búin að vera að fjalla þegar við sendum inn umsögn samgönguáætlun. Að þessar skerðingar og þessi vanfjármögnuðu aðgerðir af hálfu ríkisins, þær leiða bara til fækkunar ferða, aukinna frátafa, hærri útgjalda fyrir íbúa og fyrirtæki hér í Vestmannaeyjum. Og eins og ég segi, bæjarráð hefur sendið umsögnum tillögu samgönguáætlun vegna þess að við erum háð því að lífæðin okkar er í gegnum samgöngur og sjó. Og það væri óskandi, og ég segi það bara hér, það væri óskandi ef að þeir sem að raunverulega valdið hafa yfir samgöngumálum í þessu landi myndu átta sig á því hver staðan er, raunverulega. Og þess vegna held ég að þessi tillaga sem að forseti bar hér upp áðan, hún sé góð þannig að fólk geti fundið það á eigin skinni hvað við erum að berjast við á hverjum einasta degi. Og síðan ætla ég líka að segja annað, úr því að maður er hérna á sínu síðasta fundi og getur látið allt flakka. Og það er þessi mantra sem að stjórnarflokkarnir, Samfylkingin og fleiri, fóru með þegar þeir ákváðu að stórauka skattbyrði á atvinnulífinu í landinu með veiðigjöldunum. Og hvað var þá sagt við meðal annars okkur hér í Vestmannaeyjum? Jú, þetta á að nýta í innviða og samgöngu uppbyggingu á landsbyggðinni. Höfum við orðið vör við það hér? Ég hef ekki orðið vör við það hér. Enda var þetta náttúrulega bara eitthvað rugl sem var sagt til þess að geta réttlætt það að hirða meira af atvinnulífinu og einstaklingum í þessu landi. Ég hef allan ekki séð einhverja innspýtingu í innviði hér, þó nema síður væri. Það er von á, ég held að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson hafi komið inn á það er von á skýrslu frá dönsku straumfræði rannsóknarstofnuninni möguleika til þess að laga Landeyjahöfn. Það væri óskandi að þeir sem að raunverulegt vald hafa taki til sín það sem það stendur, hlusti á það og ráðist í þær lagfæringar. Það er krafan hjá okkur. Það hefur verið krafan hjá okkur síðustu 4 árin og það verður krafan til framtíðar. Verkefni næstu bæjarstjórnar snúast það að mörguleyti þegar kemur að samgöngumálum að sannfæra þingmenn og ráðherra það að Vestmannaeyjar séu ekki afgangsstærð. Að það sé ekki ásættanlegt að henda til okkar einhverjum brauðmólum þegar allt er komið hér í kalda kol í samgöngumálum. Það þarf að ráðast í breytingar og það þarf að laga þetta ástand. Og þó að viðnámsþróttur þessa samfélags sé alveg ótrúlegur, að þá reynir verulega á þolmörk íbúa hér hvað þessi mál varðar. 5.000 manna samfélag á einfaldlega betra skilið heldur en þetta. Og ég heiti stuðningi mínum við þá bæjarfulltrúa sem munu halda áfram við þau verkefni sem að snúa samgöngumálum vegna þess að við sannarlega þurfum bæjarstjórn sem er samheldin eins og þessi hefur verið í því að berjast fyrir þessum málum áfram. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Það er auðvitað með öllu óþolandi að
vera og standa hér í pontu fund eftir fund eftir fund og ræða þessi samgöngumál í eflaust fyrst og fremst eyru þeirra sem að vita nákvæmlega hvernig staðan okkar sem eru auðvitað bæjarbúar, sem eru þeir sem að fyrst og fremst hlusta á okkar fundi, af því við vitum að þingmenn og embættismenn vegagerðarinnar liggja eflaust ekki núna sveittir við tölvuna sínar að hlusta á okkur hér. En það væri sannarlega vonandi og auðvitað það líka okkar hlutverk að koma skilaboðunum og skilaboðunum okkar af þessum fundum til þeirra beint. Það líka óþolandi að þeir sem eru við stjórnvölinn virðast eiga mjög erfitt með það að geta sett sig í okkar spor nema að finna það á eigin skinni hversu alvarleg staðan Þetta auðvitað alltaf og verður eflaust í mjög langan tíma þangað til að hér verður komin á vegtenging okkar helsta úrlausnar efni. Og það fremsta vandamál sem að kjörnir fulltrúar núverandi og tilvonandi munu koma til með að standa frammi fyrir. Enda eru það afar fáir líkt og hefur komið fram ef nokkrir fundir á þessu kjörtímabili þar sem samgöngumál hafa ekki verið rædd. Við höfum í gegnum tíðina þurft að grípa inn í sjálf, til að mynda með yfirtöku á rekstri Herjólfs sem ég tel að hafi verið eitt af þeim bestu framfaraskrefum í samgöngumálum frá því að Landeyjahöfn, líkt og kom réttilega fram í máli bæjarstjóra og svo ný ferja, kom hingað 2019. Þannig nú stærsta framtíðaskrefið nú þegar tekið af einkaaðilum, heimafólki í gegnum Eyjagöng þar sem enn og aftur eru Vestmannaeyingar óþreyjufullir að taka málin í sínar hendur. En það verður nauðsynlega að brúa bilið, að grípa til aðgerða strax til að bæta þær ómögulega aðstæður sem við stöndum frammi fyrir í dag. Nýleg bilun borð í Herjólfi hefur enn á ný sýnt hversu viðkvæmar ferjusamgöngur landsins eru. Og ég skrifaði fyrir stuttu grein með frambjóðanda í Stykkishólmi þar sem að við töluðum þessi málefni en að því að eins og við vitum að til að halda upp í samgöngum á tímanum þegar var verið að taka út mótorinn að þá þurfti að kalla Baldur frá sinni hefðbundnu áætlun á Breiðafirði sem þýðir auðvitað skerðingu á samgöngum fyrir íbúa og atvinnulíf við Breiðafjörð og kemur sér allra verst fyrir íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum. Og þetta ekkert einsdæmi, þetta endurtekið vandamál og þegar að Herjólfur dettur út hefur það haft þessi óhjákvæmilegu og neikvæðu áhrif á önnur svæði. Samgöngur eru grunnstoð byggða og það óásættanlegt að heil samfélög þurfa að búa við skerðingu vegna bílana eða reglubundins viðhalds annar staðar. Og það búið að koma hér inn á samgönguáætlun og þar sést að flestar ferjur sem ríkið rekur eru komnar verulega til ára sinna eða 30 til 35 ára og það sérstaklega tekið fram með leyfi forseta að endurnýjun á ferjum ríkisins brýn enda eru ferjur í eigu ríkisins orðnar alltaf 34 ára gamlar. Á fyrri hluta tímabilsins þarf að undirbúa og hanna það skip sem næst verður endurnýjað vegna aldurs. Við töldum og eflaust allir hér inni sammála okkur í því að brýnt að ríkið bregðist við með markvissari hætti. Í samgönguáætlun þarf augljóslega að flýta enn frekar nýsmíði ferju sem getur sinnt lykilhlutverki þegar áætlunar ferjur fari viðhald eða bila óvænt. Slík ferja myndi tryggja stöðugleika, auka öryggi og koma í veg fyrir að eitt svæði landsins beri kostnaðinn af truflunum annars. Eins auðvitað lykilatriði eins og við erum að sjá í dag að sú varaferja sem að Vegagerðin sannarlega á og rekur hverju sinni sé vel við haldið og sé tilbúin í áætlun ef þarf á hana að halda með skömmum fyrirvara. Herjólfur 3 hefur þjónað hlutverki varaferju undanfarin ár, leyst af við slipptökur, en annars legið við Reykjavíkurhöfn að mestu ónotaður að undanskildu leigutímabili til Færeyja. Slíka varaferju ætti auðvitað vel lætur að nýta á álagstímum og þannig geta haldið ferjunni í starfhæfu ásakomulag. Þarna finnst mér persónlega að Vegagerðin hafa brugðist sínu hlutverki, að Herjólfur 3 hafi ekki verið þannig viðhaldið að hægt væri að bregðast strax við og tryggt að til staðar væri búnaður og áhöfn sem gæti siglt og þjónustað hann. Og það gott að Njáll myndist á skert framlög, bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson myndist á skert framlög vegna ferjusiglinga, en samgönguáætlun 26–2030 virðist hins vegar fyrst og fremst vera hagræðingaráætlun í ferjusiglingum. Hverju einasta ári til ársins 2030 á að skera niður fjármuni til samninga eða rétt tæpar 300 milljónir í heildina líkt og kom fram í hans máli. Fullkomlega óásættanlegt og enn og aftur verið að taka af
og skerða þjónustu á landsbyggðinni. Það hefur komið skýrt fram hér í máli bæjarfulltrúa Skottsspor Vestmannaeyja er stórt. Veiðigjöld ársins 2024 voru tæplega 17% frá Vestmannaeyjum af öllu landinu. Þannig að ég tel það gríðarlega mikilvægt að íbúar Vestmannaeyja fjölmenni og láti raddir sínar heyrast skýrt á þessum fundi og það er eins mikilvægt að út úr þessum fundi komi afurð sem að verði leiðarljós og stefna stjórnvalda í málaflokknum. Ég skrifaði nýlega grein, og ég fór inn á hana og auðvitað eru það búið að koma hér ítrekað fram, þó svo að auðvitað er það gott skref að við fáum flugsamgöngur í meira mæli, að þá þarf að vera stöðuleiki og það þarf að bregðast við og kveða fastar á orði. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Með leyfi varaforseta þá vildi ég taka undir það sem fram hefur komið hér hjá öðrum ræðumönnum og það er svolítið sérkennilegt að vera í þessum sporum núna og sýnir kannski tímaramman eða það er að segja hvað þetta tekur langan tíma að vinna að þessum málum. Þessar tillögur sem eru væntanlega núna á næstu vikum eins og framkom í máli bæjarstjóra frá DHÍ eru gerðar og athugun DHÍ eru gerðar á grundvelli þingsályktunartillögu sem ég lagði fram á Alþingi í maí 2019 og var samþykkt samhljóða í september sama ár. Það eru 7 ár liðin frá því að krafan þetta kemur fram í þessari þingsályktunartillögu sem var samþykkt samhljóða og núna þegar 7 ár eru liðin er endanlegt pródúkt, endanleg vara að verða til. Þannig á þessu sjáum við hvað þá í rauninni útheimtir þó seiglu og langlundageð að fá einhverjar úrbætur í þessu málum. Nú er umræðum lokið, það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og þá ber ég tillöguna sem ég las upp áðan, sameiginlega tillögum, undir atkvæði bæjarstjórnar. Ef þið viljið að ég lesa hann aftur skal ég glaður gera það en þið hafið hana væntanlega fyrir framan ykkur þannig að ég tel það í rauninni ástæðu laust. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gjöra svo vel að gefa mér og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tökum við fyrir annað dagskrármálið, almannavarnalögn NSL 4 og Íris Róbertsdóttir. Forseti, mér langaði bara aðeins svona það sem þetta síðasti bæjarstjórnarfundur þessa kjörtímabils að fara aðeins yfir stöðuna á NSL 4 sem er auðvitað eins og við vitum öll almannavarnalögn, auka vatnslögn og staðan á framleiðslunni á henni er þannig að 10. apríl síðastliðinn að þá hófst framleiðsla á innsta lagi lagnarinnar í Nóf í Danmörku, eða hjá fyrirtækinu Nóf í Danmörku og áætlað er að næsta lag í lögninni fara af stað 2. maí og útlagningin er síðan áætluð í júlí-ágúst og við erum ennþá á áætlun með það. Og það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli vegna þess að það er bara mjög þröngur gluggi til að leggja lögnina út. En við greiðum lögnina þannig að við borgum eftir framvindu í framleiðslunni. Þannig við erum búin að borga töluvert af lögninni og hér seinna á fundunum liggur fyrir viðauki út á næstu greiðslu. Og það var meðvituð ákveðnu bæjarstjórnar við vinnu fjárhagsáætlunar að taka ekki vatnslögnina inn á fjárhagsáætlun að því við teljum þetta ekki okkar verkefni. Þetta er almannavarnalögn, þetta er ekki vatnslögnin sjálf. Það er algjörlega óskiljanlegt að við eitt sveitafélag á Íslandi þurfum að vera með 2 vatnslagnir sem við eigum og vatnsveitan sem við í rauninni ekki eigum eigi að bera kostnað af því. En samtali er í gangi við innviðaráðuneytið fjármögnun lagnarinnar og eins og allir þekkja þá var búið að gera viljayfirlýsingu 2023 og skrifa undir hana 3. júlí hérna í Eyjum það að þá var áætlað að lögnin kostaði, það var uppreiknað kostnaði við lögnina þegar hún hafi verið lögð út 2008 að þá var það tölur sem við fengum frá HS Veitum og fleira og var áætlað að þetta yrði svona
1600 milljónir pluss og þá ætlaði ríkið að koma með 800 milljónir. Svo var farið onni í það að fara, já, onni í allt, útlagninguna og útreikningana og allt saman og staðan er miklu nær 3 milljörðum og það til dæmis Úkraínustríðið spilaði þar inn í, öll aðföng eru miklu dýrari. Það spilar inn í að áætlanir á útlagningunni og útreikningar hjá Verkís var áætlað að hún kostaði 500 milljónir útlagningin, eða svona cirka. En hagstæðasta tilboðið var upp á tæpan milljarð. Þannig allt sem áætlað var margfalt dýrara. En það breytir því ekki að við höfum átt í ágæti samtali. Það er svokallað vatnshópur starfandi sem að bæjarfulltrúarnir Njáll Ragnarsson, Páll Magnússon og Eyþór Harðarson hafa verið í ásamt mér og undirritaði og bæjarritara í rauninni og yfirmanni umhverfis- og framkvæmdasviðs. Við höfum verið svona í þessu verkefni en staðan á þessu er þá þannig núna að þegar búið verður að leggja út þessa lögn þá er hægt að fara að huga að viðgerð á NSL 3 sem tjónaðist í nóvember 2023 að því við getum ekki hreyft þá lögn með að við erum ekki búin að leggja út nýja. Og þessi almannavarnalögn sem getur þá gripið það ef hún fer og eitthvað, það gengur ekki að laga hana og það er náttúrulega taka hana, stoppa vatnsrennsli í gegnum hann og annað. En ég held að þetta sé mjög mikilvægt að vekja athygli á þessu að því það virðist vera þannig að jafnvel þeir sem er að bjóða sig fram fyrir þessar kosningar átta sig ekki á því að það sé vera ræð 2 vatnslagnir. Og ég held að þetta sé þetta risastóra hagsmunamál íbúa í Vestmannaeyjum að við verðum að gera þá kröfu til þeirra sem ætla að bjóða sig fram og leiða framboð. Ég teka fram það er mikið af góðu fólki. Fólk verður að setja sig inn í þetta mál að því þetta er risastórt mál og aðskilið. NSL 3 er mál sem snýr að því að það er lögn sem tjónaðist og það er bótamál þar í gangi. NSL 4 er nýr lögn sem við erum í samtali við ríkið að þetta er almannavarnalögn. Og það er bara svo mikilvægt og líka bara fyrir íbúa, svo við séum heldur ekki að því að það er ekki allir átt að sjá stöðunni að við tölum skýrt. Það er mjög mikilvægt. En varðandi það að þennan viðauka sem ég nefndi áðan, við eigum ennþá eftir 360 milljónir á biðreikningi sem við erum með til hliðar frá ríkinu, sem er fyrirfram greitt inn til okkar. En við tökum, það er verið að leggja fram viðauka núna sem er að fullu fyrir næstu greiðslu vegna þess að það koma 2 greiðslu með það er engin í rauninni bæjarstjórn starfandi. Það er að koma kosningar og þetta og það þarf að vera búið að gera ráð fyrir því að við getum greitt það án þess að bæjarstjórn þurfa að samþykkja viðauka. Þannig en ég bara, þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og ég bara hvet þá sem er að gefa kost á sér til þess að setja sig inn í það. Og ég treysti líka, ég tek undir orð Njáls Ragnarssonar bæjarstjóra, ég treysti þeim vel sem að hafa verið að starfa. Nei, bæjarfulltrú. Veistu það, kannski hefur mig dreymt þetta. Bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar. Takk bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson fyrir að leiðrétta þetta svo þetta yrði nú ekki einhver skandall. Hjá mér, ekki þér. En allavega að ég tek undir það að ég treysti þeim bæjarfulltrúum sem hér eru og hafa boðið sig fram áfram vel til þess að fylgja þessu máli eftir. Af því það er, við gleymum okkur svolítið, alveg svo voru að tala á þann þegar Landeyjahöfn opnar að þá bara eru fuglar og blóm og allir rosa glaðir. Það er það sama með þetta að því lögnin, skattaðalögnin er búin að vera í lagi en þetta er gríðalegt hagsmunamál. Takk. Ég ætla að segja þessi bæjarstjórn. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri. Þá tökum við fyrir, áður en ég gef orði laust þetta mál, að þá ætla ég að lesa þessa innbókun sem hér liggur fyrir. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna á NSL 4, almannavarnalögn. Framleiðsla hófst þann 10. apríl síðastliðinn á innstallagi NSL 4 hjá NOVAF í Kalundborg í Danmörku. Áætlað er að næsta lag í lögninni fari af stað 2. maí og útlagning á NSL 4 er síðan áætluð í júlí-ágúst. Samtal er í gangi við innviðaráðuneytið fjármögnun lagnarinnar. Þegar verður búið að leggja almannavarnalögnina er hægt að huga að viðgerð á NSL 3 sem tjónaðist í nóvember 2023. Og svo kunnugt er. Orðið er laust þetta mál. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel.
Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, það er eiginlega ekki hægt annað en að biðja um orðið þegar við förum að tala um nýju vatnslögnina sem að vera lögð hérna í ágúst í sumar. Þetta er búið að vera eins og samgöngumálin, búið að vera á dagskrá hjá okkur í rauninni allt kjörtímabilið og miklu meiri vinna farið í þetta en maður grunaði og breyttist auðvitað mikið bara við það að við skildum verða fyrir tjóni á NSL 3, þannig að úr varð enn alvarlegra ástand og í rauninni kom það enn betur í ljós hvað þetta er mikið almannavarnamál að vera með aðra vatnslögn sem að við vorum að hugsa fyrir og vorum að tala fyrir áður en NSL 3 tjónaðist. Þannig að það sem að er í rauninni brýningin þá fyrir þá sem að er að bjóða sig fram hérna í næsta kjörtímabili, að þá er þetta eitt stærsta málið sem fólk fær í fangið í því að hvað þarf að gera til þess að fjármagna þessa leiðslu og leiðin sem við höfum verið að berjast fyrir er að ríkið samþykki þessa vatnslögn sem almannavarnalögn, enda er það bara í rauninni ein lögn sem að er hægt að er í rauninni notuð sem vatnsleiðsla til eyja, hitt er varaleiðsla og þetta er í rauninni, og ef að hún bregst þessi eina sem að við höfðum, þá er almannavarna ástand og það er í rauninni rökin fyrir því og ég held að okkur eigi eftir að, ég ber þá von í brjósti að okkur muni takast að koma þessu máli í þann farveg miðað við samtöl við núverandi fólk sem er í ríkisstjórn og þá hérna þingmenn Suðurlands. Það hafa allir sagst alltaf að leggjast á eitt með okkur að ná þessu máli á þann stað sem við erum að sækjast eftir. Þannig að ég ætla bara að vona að við verðum ekki að tala um þetta mál allt næsta kjörtímabil líka. Ég ætla að vona að það klárist á næsta vetri. Þannig að þetta er svona helsta sem að ég vildi segja um þetta mál. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, vilja fleiri taka til máls undir þessum dagskrálið? Svo er ekki og er umræðu lokið og tekið fyrir þriðja mál á dagskrá. Kjörtímabilið 2022 til 2026. Orðið er laust. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, nú líður mér svona eins og Óskarsverðlaunahafa sem kemur upp og hefur lof og þakkaræðu. Þetta er skrítin tilfinning að koma upp í pontu og hugsa til þess að þetta er síðasti bæjarstjórnarfundurinn sem ég sitt í bili að minnsta kosti. En þetta hefur svo sannarlega verið gefandi tími og ég verð reynslunni ríkari. Og mér langar að nýta þetta tækifæri til þess að færa öllum bæjarfulltrúum sem og þeim sem hafa starfað með mér í ráðum og nefndum innilegar þakkir fyrir gott samstarf á þessu kjörtímabili. Eðlilega erum við ekki alltaf sammála í öllum málum, en þegar á reynir þá stöndum við svo sannarlega þétt saman. Og fyrir fundinn þá ræddi ég nú við forseta hvort það væri nú ekki möguleiki að fá ótakmarkaðan ræðutíma. Ég lofaði nefnilega vinkonu minni að ég ætla að klára síðasta fundi minn með lengstu ræðinni hingað til, en sjá nú til hvernig það fer. Mér þykir ánægilegt að fá tækifæri til að koma hingað upp og fara stuttlega yfir það sem við höfum áorkað á þessu tímabili og það er sannarlega mörg að taka. Og ég ætla að nefna nokkur atriði, þó vil ég taka fram að upptalningin er ekki tæmandi og líklega eitthvað sitji eftir ónefnt. Í þessari upptalningu er ég ekki bara að horfa til þessa kjörtímabils, heldur meira þann tíma sem Eyjalistinn hefur verið í meirihluta með Bæjarmálafélaginu fyrir Heimaey. Og þess vegna tel ég upp verkefni sem ég er stolt af sem hafa áunnist á síðastliðnum 8 árum. Þá hefst upptalningin. Ef við byrja á Kveikjum neistan. Þar erum við náttúrulega bara að tala um gífurlega mikið framfaraskref í menntamálum og ég er afar stolt af því að við skildum hafa tekið af skarið og stutt við það verkefni. Tæknivæðing grunnskólans, hver og einn nemandi og kennari með sitt tæki. Mér leiði nú pínu eins og ég hefði stigið aftur í fornöld þegar ég flutti hingað heim og fór að kenna í Vestmannaeyjum eftir að hafa verið að kenna í bænum. Þegar ég kom, það var ein borðtölva og kennararnir sem voru í samstarfi voru að skiptast á að skrifa í tölvunni. Þannig að þetta er ótrúlega gott skref og tala nú ekki fyrir nemendur. Þróunarsjóður leik- og grunnskóla sem á hvatningaverðlaunin.
það er ótrúlega gott að hafa viðurkenningu á fyrir vel unnin störf í menntamálum. Við erum búin að auka leikskólapláss 60 auka leikskólapláss. Það hefur náttúrulega verið mikil uppbygging og við vitum það að það þarf að bæta í þar. Við byggðum nýja og glæsilega slökkvistöð, húsnæði sem við getum státað okkur af. Viktartorgið, svæðið þar er og verður þegar því er lokið algjörlega til fyrirmyndar. Við erum búin að endurnýja leikvelli sem voru nú bara í útrýmingarhættu. Janusarverkefnið, það er ótrúlega mikilvægt skref í heilsueflingu eldri kynslóðarinnar. Við byggðum búningsklefa á Hásteinsvelli sem er frábær aðstaða fyrir fótboltann, gervigrassi á Hásteinsvelli og nú bætist svo við flóðlýsing á gervigrassið. Og nú þurfa yngri krakkarnir ekki að ferðast eins oft yfir veturinn til þess að fara að keppa og aðstaðan þar er til fyrirmyndar. Við veittum styrk til björgunarfélagsins fyrir nýjum Þór og þegar á reynir þá er það náttúrulega lífsnauðsynlegt að björgunarfélagið sé búið góðum tækjum og búnaði. Við styrktum golfklúbbinn fyrir viðbyggingu sem er hinn glæsilegasta og bara mjög flott viðbót við annars flottasta golfvöll landsins. Við fórum í átak í aðgengismálum og götukantar voru lagaðir víða eyjuna og bættum aðgengi í tónlistarskólanum. Og þeir sem mig þekkja vita að þetta er mér hjartans mál. Göngustígur frá íþróttahúsi niður í Tíssimili var hellulagður og það er ótrúlegt hvað litlir hlutir en samt stórir gleðja og ég væri bara til í að taka þetta alla leið. Og ef ég væri framboðið myndi ég nú bara næst beita mér fyrir því að hafa einhverja lausn sem gerir meira skjól á þessum göngustíg til þess að tengja betur saman íþróttasvæði og krakkarnir okkar geta þá gengið á milli í flestum veðrum. Þjónustu íbúðir fyrir aldraða, nauðsynleg þjónusta og þarna mætti bæta við fleiri íbúðum að mínu mati. Þjónustu íbúðir fyrir fatlaða, það er verkefni sem var hafið áður en við tókum við sem meiri hluti en er mikið framfaraskref í þjónustu og aðstöðu fyrir fatlaða. Frístundastyrkurinn hækkaður og aldurstakmörkin víkkuð, ég þreytist nú aldrei á að nefna hann. Styrkur til afreksfólks. Ég þekki það að eigin raun hvað þessi styrkur gerir mikið fyrir afreksfólki okkar sem og okkur í Eyjum og okkur þykir nú ekki leiðilegt að státa okkur af þessu flotta og frábæra afreksfólki okkar. Listaverk við Eldfellið. Ég er virkilega stolt af því og þetta er ótrúlega flott og verður mikið aðdráttarafl sem kemur til með að laða enn fleiri ferðamenn til Vestmannaeyja. Vinna við stórskipahöfn hafin, loksins segi ég. Það er náttúrulega búið að taka gríðarlega langan tíma að koma þessu að, en þetta skiptir öllu máli fyrir okkur í Eyjum. Ljósleiðarinn, ef við hefðum ekki lagt í þessa vegferð, þá værum við enn að berjast við hægar og lélegar nettengingar. Hverfið í Ásamri, það var mikil uppbygging og það er gerst algjörlega til fyrirmyndar. Svo væri nú að nefna nýja hverfið við Malavöllin í Löngulá sem vonandi fer bráðum að rísa. Og það hefur tekið tíma að skipuleggja en hér er á ferðinni metnaðarfull uppbygging sem skilar sér í heildstæðu og fallegu og aðlaðandi hverfi. Fágætissafnið, virkilega vel heppnað og gaman að koma þarna og skoða það. Sköpunarhúsið, ánægilegt að geta ýtt undir sköpun ungmenna og þarna má bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson algjörlega klappa sér á öxlina. Að lokum vil ég svo nefna dráttabátinn hann Létti sem er nú kominn til Vestmannaeyja og mun koma sér afar vel í starfsemi hafnarinnar og ég er bara enn að bíða eftir vígsluathöfninni. Það hlýtur að vera eitthvað svoleiðis skemmtilegt sem mann verður boðið í. Þessi upptalning er alls ekki tæmandi og mjög líklega eitthvað sem ég er að gleyma að segja frá. En ég er afar stolt af því að hafa fengið að taka þátt í að móta og byggja upp bæinn okkar með ykkur öllum. Og það sem við höfum unnið saman skiptir máli fyrir samfélagið og mun halda áfram að hafa jákvæð áhrif á Vestmannaeyjabæ ókomin ár. Takk kærlega fyrir þessa yfirgripsmiklu og góðu yfirferð, Helga Jóhanna Harðardóttir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Kjörnsnes.
forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Já, ég ætla nú ekki að vera með mjög langa ræðu hér í dag, líkt og bæjarfulltrúa Helga Jóhanna, en ég vil auðvitað byrja á að þakka gott samstarf á liðnum árum. Þeim kjörnu fulltrúum sem að stíga hér frá sínum störfum sem þeir geta verið sannarlega allir afar stoltir af. Það hefur margt mjög gott gerst á undanförnum árum líkt og kom fram í máli bæjarfulltrúa Helgu Jóhannu Harðardóttur og auðvitað ýmislegt sem við höfum ekki endilega verið sammála um. En það er líka hollt og gott í stjórnmálum. Við höfum skipst á skoðunum, stundum hreinlega skipt skoðanir, en stundum höfum við orðið staðfastari í okkar skoðunum. Það er eðlilegt og líka nauðsynlegt því að kjörinn fulltrúi þarf að geta verið auðmjúkur og viðurkennt að stundum getur maður hreinlega haft rangt fyrir sér og maður veit ekki alltaf allt. En ég vil hins vegar minnast á ákveðinn hóp sem oftar en ekki fær nú ekki miklar þakkir fyrir það óeigingjarna starf sem það sinnir og gerur okkur hér inni kleift að taka þátt í þessum störfum og að hafa áhrif á okkar samfélag. En það er algjörlega makalaust fólk. En þetta fólk er fólk eins og Unnar Hólm Ólafsson, Matthildur Halldórsdóttir, Eysteinn Gunnarsson, Viðar Hjálmarsson, nafna mín Hildur Hilmarsdóttir, Kristín Sjöfn Sigurðardóttir, Laufey Grétarsdóttir, Guðbjörg Guðmannsdóttir og Sindri Ólafsson. Allt þetta mæta fólk hefur átt það sameiginlega hlutverk að vera makar kjörinna fulltrúa þetta kjörtímabil. Það hlutverk er án efa eitt af allra vanþakklátasta í stjórnmálum þó mörg séu þau sannarlega til. Þessir einstaklingar gera okkur hér inni kleift að sinna okkar hlutverki sem bæjarfulltrúar vel, en þar af leiðandi sinnum við kannski hlutverki okkar heima við síður. Ég kalla þetta makalaust fólk því að vissuleyti er þetta fólk á stundum hálf makalaust. Löngum fundasetum fylgir vissilega mikil fjarvera frá heimili, oftar en ekki seinni parta eða kvöldin á hinum margrómaða úlfatíma. En það er ekki síður sú samfélagsumræða sem að bæjarfulltrúar þurfa gjarnan að sitja undir og nánustu fjölskyldumeðlimir taka oft nærri sér og jafnvel nær sér en við sjálf. Á sama tíma á þetta fólk gaf aldrei sjálft kost á sér til stjórnmálaþátttöku. Ég vildi því koma hér í pontu og þakka öllu þessu fólki fyrir að lána sveitarfélaginu ykkur öll á þessu kjörtímabili. Það er ekki sjálfsagt og fyrir það vil ég innilega þakka. Leið og ég óska þeim sem eiga maka sem er að hætta í bæjarstjórn innilega til hamingju með að fá mögulega að sjá meira af sínum mögum á næstunni. Þetta á heldur ekki að vera fráhrindandi fyrir tilvonandi bæjarfulltrúa því að þótt að vissulega sé þetta fjarvera, þá hafa bæjarmálin vissulega fært manni ómetanlegar stundir, mikinn lærdóm. Þú getur ekki lagt þennan lífsins skóla að jöfnu við nokkra diplómu eða mastersgráðu og ekki síst hefur þáttaka í bæjarmálunum gefið mér og maka mínu marga af okkar allra bestu vinum. Þannig að það er vissulega spennandi tími framundan fyrir nýja bæjarfulltrúa og þeirra fjölskyldur. Takk. Takk kærlega fyrir þessa góðu ræðum. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Nú er, þarna kom þetta. Það var eitthvað tæknimál að trufla. Ég, ætla nú kannski ekki að reyna að keppa við langa ræður sem hafa komið hér á undan. En ég verður leið að segja að ég er bara ofboðslega þakklátur fyrir að hafa tekið þátt í starfi bæjarstjórnar þessi 4 ár. Það er margt sem við höfum tekið á okkur og það er ljóst eins og bæjarfulltrúi Helga Jóna Harðardóttir fór yfir hérna. Það er margt búið að gera og svo er margt annað sem að okkur hefur kannski ekki alveg tekist eins vel upp með þó að við séum að, ég myndi segja að við séum að gera gott mót undanfarna daga með okkar helstu áskorunum þessa dagana sem eru samgöngunnar og það er ljóst af ræðunum sem komum fram hér áðan og samtali við bæjarfulltrúa að við erum að við stöndum saman eins og búið að nefna og það er bara ótrúlega að minni mann á það er mikill heiður að vinna fyrir Vestmanninga og það þarf líka, við þurfum líka að upplifa það þannig vegna þess að ef að það er
ef að það er eitthvað orð sem einkennir það að vera í bæjarstjórn Vestmannaeyja, þá er það orðið varnarbarátta. Það er allt og lítill tími til þess að vera í sókn, því miður, vegna þess að það fer ógurlegur tími í að slást við ríkisvaldið bara endalausa hina á þessa hlutina. Og eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir myndist á nú í grein sem hún skrifaði nú held í mars síðastliðnum, var það að við erum ekkert að biðja neitt meira en aðrir. Við viljum bara vera á pari við aðra. Og það að þetta sé svona mikið varnarbarátta, þegar við horfum bara á þann einfaldan hlut, er náttúrulega gjörsamlega það getur enginn útskýrt þetta fyrir okkur, akkur svona. En þó vil ég minnast sérstaklega hérna á tvo sigra sem að ég er sérstaklega ánægður með að hafa tekið þátt í að keyra í gegn, og fyrri þess sem við nefna og þakka þá enn og aftur fyrir gott samstarf því. Það er Sköpunarhúsið, eins og búin að koma því á legg. Og það er náttúrulega algjörlega bara frumstigum, en virðist bara vekja áhuga, bara vel þvert á aldurshópa. Og það er mjög áhugavert, og vonandi getum við keyrt það einhvern veginn áfram og búið því til frekari stað, og jafnvel fyrir að finna lausnir líka fyrir þá sem eru komnir á framhaldsskólaaldur, en það er eitthvað sem við ræðum kannski síðar. Svo er annað sem að því miður mér finnst ríkið hafa svolítið eyðilagt fyrir okkur stemmingunum kringum, og það er það gríðarlega hagsmunamál sem við náðum í gegn. Ég ræddi hérna mjög mikið í aðdraganda síðustu kosninga, og það var að auka hér afhendingaröryggi raforku, og að fá hérna 2 strengi er í alvörunni gríðarlega stórt og mikill áfangi í því að bæta innviði í Vestmannaeyja og til Vestmannaeyja. Eins og svo oft áður þá er nú reyndar ekki bara ekki búið að klára verkið, því að það er nú varla hægt að kalla þetta N-1-tengingu þó að sé rukka fyrir það. En það er klálega eitt af hagsmunamálunum áfram, vegna þess að kostnaðurinn við þetta, á meðan hann er ekki öruggan en það, við erum nú bara upplifin og töluverðar rafmagnstruflanir núna í vor, þrátt fyrir að þetta ætti að vera komið í gegn, að þá tel ég gríðarlega mikilvægt að það sé vel haldið á spöðunum þegar kemur að þessum málum. Mér finnst þessi 2, að því þetta voru nú svona kannski stóru málin mín, og ég tel mér mikilvægt og vil nefna það við þá sem að ætla að taka sér störf í bæjarmálunum hér, að finna sér stað, velja sér verkefni sem eru tilbúinir að keyra fullum hug. Það hefur enginn úttaldi að vera með 100 verkefni á sama tíma og þeir eru að sinna jafnvel vinnunni sinni og heimilinu sínu. Það er annað ef maður vinnur við þetta eins og svo sem að huga þessu alla daga, öllum stundum, sem er bæjarstjóri á hverjum tíma, að velja sér verkefni sem skipta samfélagið máli. Og ég vil sérstaklega leggja áherslu að nú er ég farin að toppa helgu, en að sko, nei, það er, þú ætlar ekkert að stoppa mig, nei. En það að við leggjum gríðarlega áherslu, þeir sem að koma inn í bæjarstjórnina hér, að velja sér mál sem skipta máli og herja á þau, einblína á þeim málum, og taka með inn í það bara góða fordæmi sem þessi bæjarstjórn hefur sett, að vinna þvert yfir þessa tilbúnu gjá hérna í Unu, sko, sem er náttúrulega bara ekki til staðar, vil ég meina. Og þá vil ég bara leggja áherslu á að samstarfið sem eru búið að vera hér í bæjarstjórn er bara til fyrirmyndar og mun betra, langtum betra en maður þorði að vona, þó maður vildi stefna að því þegar maður kom inn í bæjarstjórn. Og ég þakka bara innilega fyrir það, bara þvert á alla, og ég bara innilega innst inni sem sagt lít á það kannski sem 3. sigurinn af þessum 2 sem ég nefndi. Þannig að mér finnst það að vera mjög mikilvægt og það hefur hjálpað okkur að fara langt. En ég er svo sem ekkert hættur að vinna framgangi eyjana, en það er engin ástæða til þess. Maður sér það að þeir sem eru búin að, eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir nefndi áðan, Þórunn Pálsdóttir, hún er að sýna okkur hinum gott fordæmi,
að boðleiðirnar nú kannski bara ekkert langar og þó við séum ekki kjörnir fulltrúar þá getum við samt tekið upp síman. Þetta svona líka pína áminningum að það taka bara allt og fáir upp síman. Það bara stundum fyrsta skrefið. En kannski líka annað sem finnst mikilvægt að við leggjum gríðarlega áherslu á. Það mun koma svo punktur núna, bara á næstu dögum, að Herjólfur fer að ganga á eðlilegum hraða þegar hann komið báðaskúrurnar í lag. Það verður búið að moka út úr höfninni, seint og síðir. Það verður líka, jafnvel þó að það ástand sé komið, eitthvað smá flug í viðbót og það fyllist allt hérna ferðamönnum og það verður allt í blóma og það yfirleitt tímapunkturinn þar sem við gleymum. Það bannað að gleyma núna. Það þarf að herja ennþá harðar og vera bara gjörsamlega óþolandi. Ég held að það sé svona okkar superpower. Þetta svona eins og þegar maður að fá til sín iðnaðarmann, þá maður bara að hringja og ef hann ekki kominn þegar hann sagðist alltaf að koma, þá hringir maður bara aftur og aftur og aftur. Og maður verður svo óþolandi að iðnaðarmaðurinn bara mætir á svæðið og vinnur vinnuna. Ég held að það sé það sem við þurfum að vera svolítið þannig í þessu. Og ég veit það að þeir sem hafa staðið í fronti á þessu kjörtímabili í þessum slag, mjög margir, hafa klárlega verið þarna. En við þurfum kannski bara að vera aðeins fleiri. Og eins og ég segi, ég ekkert hættur að vinna framgangi eigana, maður búinn að tengjast fullt af fólki, maður kemst fram fyrir ýmsar biðraðir, búinn að tengjast og við höldum bara áfram hérna samhendi því. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég hef setið í bæjarstjórn síðastliðin 8 ár og set hér minn síðasta bæjarstjórnarfund. Það er því vert að, ekki bili, þetta er minn síðasta bæjarstjórnarfundur. Það er því vert að fara aðeins yfir nokkuð verkefni sem við getum öll verið stolt af en sum þeirra ná yfir þessi bæði 2 kjörtímabil. Vel hefur gengið að þétta byggð. Myndarleg viðbót við Ásamaskverfið hefur risið þar sem svæðið var vel nýtt og boðið var upp á fjölbreytileika í byggingum. Annað svæði sem ég er afar stolt af er ný blöndu byggð í Löngulá en á næstu vikum liggur fyrir að deiliskipulagsbreytingi fari í auglýsingu og því næst hægt að staðfesta skipulagið og úthluta lóðum vonandi næsta haust. Er að ræða heilt hverfi sem gerir ráð fyrir blandaðri byggð með fjölbreyttum íbúðum að hámarki 98 ásamt 6-10 deilda leikskóla. Áhersla var lögð á mikilvægi þess að græna svæðið, trjálundur sem nú þegar á svæðinu myndi halda sér og það gert enn áhugaverðara til úti og samvistar. Einnig má nefna breytingu á skipulagi við Sólhlíð en uppbygging á þeim reit verður brátt lokið. Nýlega var lóðum í miðgerði úthlutað og stefnt að því að gatnagerð verður lokið meðan júlí og því mögulegt að uppbygging geti hafist eftir það en er samt háð því að HS Veitur verði tilbúið með heimæðar fyrir vatn, hita og rafmagn. Seinna á þessum fundi erum við að staðfesta deiluskipulag fyrir Rauðagerðislóðina og nágrenni og má vænta að uppbygging hefist þar á næstu mánuðum. Einnig er athafnasvæðið við flugvöllinn sem ákveðið var að áfangaskipta deiluskipulagsgerðinni og byrja á svæðinu vestan Dalavegar. Allar lóðir eru úthlutaðar en veruleg töf hefur verið á því að hægt verði að byrja uppbyggingu sökum annarra gatnagerðarframkvæmda sem hafa þurft að fara í forgang. Í þessu samhengi má einnig nefna íbúakosningu sem farið verður í samhliða næstu sveitarstjórnarkosningum þar sem hugur íbúa verður kannaður til þess hvort hefja skuli vinnu við að byggja upp svæði á Nýjahrauni sem er merkt M2 eða ekki. Viktortorgið er eitt af þeim verkefnum sem ég er afar stolt af. Heildarverkinu er lokið en til viðbótar var sett fjármagn fyrir þetta ár í að koma upp sviði á torginu og ætti það að vera risið fyrir sumarið. Hönnunin á torginu er einstaklega vönduð og hefur tekist að skapa hafnartorg þar sem mikið líf er, samkomustaður og skemmtilegu griðastaður fyrir fjölskyldur með fjölbreyttum leiktækjum fyrir börnin. Torgið er vel nýtt fyrir ýmiss konar uppákomur.
Á fyrra kjörtímabili okkar var ákveðið að fara í endurbætur og uppbygging á leikvöllum í íbúðahverfum og öðrum leiksvæðum í bæinn, samtals 15 svæði sem í dag eru 14 þar sem strönd gæsluvöllur ekki lengur til. Af þeim svæðum eru 7 leikvellir í íbúðahverfum og verður 5. leikvöllurinn kláraða núna í sumar. Aðri leikvellir eru 7 talsins og 5 af þeim tilbúnir. Að auki var reist á Stakkagerðistúni ungbarnasvæði sem hefur vakið mikla lukku. Áhersla hefur verið á barnvænt umhverfi með góðu og traustu undirlagi, viðhaldsgóðum leiktækjum og snyrtilegu nærumhverfi. Meirihlutinn lagði ríka áherslu á að gerður yrði umhverfis- og auðlindastefna fyrir Vestmannaeyjabæ, þar sem að slík vinna hafði ekki verið unnin áður fyrir sveitarfélagið. Farið var í þá vinnu og afraksturinn metnaðarfull umhverfis- og auðlindastefna, þar sem rík áhersla var lögð á að íbúar og starfsfólk sveitarfélagsins kæmu að vinnunni ásamt utanaðkomandi sérfræðingum og fulltrúum frá pólitíkinni. Unnið eftir þessari stefnu og hún í stöðugri þróun og uppfærð þegar við á. Svo að sjálfsögðu margt annað upptalið sem ekki minna mikilvægt eða ég minna stolt af. Til dæmis verkefni Kveikjum neistan, tæknivæðing skólana og Janusarverkefnið. Það lengi hægt að telja upp þau góðu verkefni sem við höfum unnið markvisst að náða að klára eða komið í góðan farveg. Undir þessum lið vil ég fá að þakka öllum þeim bæjarfulltrúum, nefndarmönnum og starfsmönnum sveitarfélagsins sem ég hef starfað með hjartanlega fyrir samstarfið. Bara takk fyrir. Á þessu kjörtímabili sem og fyrra kjörtímabili strax. Á þessu kjörtímabili sem og fyrra kjörtímabili hef ég verið bæjarfulltrúi, setið í bæjarráð, formaður umhverfis- og skipulagsráðs. Þetta hafa verið 8 lærdómsrík ár, svo sannarlega ný sýn á samfélagið okkar og kynnst mörgu og góðu fólki. Ég óska þeim bæjarfulltrúum sem ætla sér að halda áfram í baráttunni og öðrum fulltrúum í öðrum framboðum góðs gengis á næstu dögum. Kærar þakkir fyrir þetta, Jóna Sigríður. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, maður verður bara pínu meir eftir þessa yfirferð hjá þeim bæjarfulltrúum sem hafa hér talað undir þessum lið, en mér langar bara að fá að taka undir það sem fram hefur komið hérna og að því að ég er að hætta sem kjörinn fulltrúi og mun ekki sitja sem bæjarfulltrúi og gaf ekki kosta mér í það. En staðan er, þegar við horfum yfir sveitarfélagið þá getum við verið stolt af því sem við erum að skila. Því hlutirnir sem snúa að okkur sjálfum, því sem við ráðum yfir, þeir ganga bara nokkuð vel. En að því sögðu þá vitum við að við getum alltaf gert betur. En mér langar að nefna sérstaklega, ég er einstaklega stolt af því á þessu 8 ára tímabili sem ég hef verið bæjarfulltrúi, hvernig við höfum sameiginlega, vegna þess að ákvarðanirnar flestar hafa verið þannig, tekið á og breytt menntamálunum okkar. Við vorum í ákveðnum vanda. Við tækni og tækjavættum skólana, við settum stórbættum stuðningskerfið í skólunum, við bætum utanumhaldið, bæði í leik- og grunnskólunum, við förum inn í snemmtaka íhlutun, við settum menntamálin á dagskrá. Við ræddum þau voru mikilvæg. Og það er það sem við höfum verið að reyna að gera líka, til dæmis á fjármálaráðstefnum, að koma þessu inn. Að því eins og við vitum, þá er menntun stærsta fjárfesting hvers sveitarfélags og í kringum 50% af þeim fjármunum sem sveitarfélagin hafa inn í rekstrinum tengjast því. En uppbyggingin í sveitarfélaginu hefur verið gríðarleg. Við búum að því að í Vestmannaeyjum býr mikið af fólki sem er stórhuga og er tilbúið að leggja mikið á sig fyrir samfélagið og við sem erum í bæjarstjórn, það var einn bæjarfulltrúi í nefningin sem sagði það á fundi hér að það sem við gerðum væri að eyða peningum, við værum ekki að afla þeirra. Og það er hárrétt, en við þurfum stórhuga og öflugt fólk sem býr til tekjurnar og skapar atvinnutækifæri til þess að við getum veitt þjónustu og sinnt því sem okkur er lögboðið að gera.
En það sem ég er líka stolt af verkefni eins og Eygló. Það líka hagsmunagæslan. Og núna erum við alveg onni í holu og okkur finnst allt ómögulegt og allt það. Þegar við getum stigið aðeins frá þessu, þá höfum við tekið skref fram á við. Þau eru bara ekki nóg stór, þau eru ekki nóg. Við viljum bara það sem okkur var lofað. En listinn fyrir þá sem vinna í pólitík tæmist aldrei. Það koma bara ný verkefni á hann, eins og bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson fór hér yfir áðan, það fór eitt verkefni með strengina út af, en það bætist bara annað verkefni tengt raforkuörygginu og öðru á. En það gott að geta strikað út af listanum, en jafnframt þarf man að vera með opinn huga gagnvart því að það má skipta skoðun. Og það þannig að eitthvað sem okkur þótti mjög gott fyrir 3 árum kannski bara ekki að virka í dag. Að því samfélagið breytist auðvitað hratt. En mér langar að segja það sem kom mér mest óvart þegar ég stíg inn á þetta pólitíska svið að búa í samfélagi eins og Vestmannaeyjum þar sem nándin mikil. Að þá held ég að við getum talað örugglega fyrir okkur öll. Við erum alltaf á fundum, sama þó við séum ekki á fundum. Fundirnir eru í Krónunni, þeir eru á íþróttaleikjum. Það alltaf, og það kostur fyrir samfélag að hafa þessa snertingu við kjörna fulltrúa. En stundum bara eins og Hildur Sólveig Sigurðardóttir talaði áðan, getur það verið aðeins verkefni fyrir makana. Að þessi funda seta. Dóttir mín neitar að fara með mér í matvörubúðir. Þó við ætlum bara að skjótast inn í 5 mínútur, þá það aldrei 5 mínútur. En mér finnst þetta skipta máli. Mér finnst þessi nánd mikilvæg og þessi nánd leiðbeinir okkur. Og það að fólk geti haft þetta, og ég tala nú ekki í gegnum samfélagsmiðlana. En hagsmunagæslan eitthvað sem við þurfum og risa stórt verkefni og það gera sér allir grein fyrir því sem eru í þessu starfi. En ég gerði mér ekki grein fyrir að því nú ég starfa sem bæjarstjóri í 8 ár að hlutfallið á milli þess að vera bæjarstjóri og með verkefni sem snúa sveitafélaginu okkar beint og hagsmunagæslunni, það 80 hagsmunagæsla, 20 mjög oft. Núna 100 og svo 10% umfram 100 eru. En ég að segja að þetta og þetta svo stór hluti af því sem kjörnir fulltrúar hafa, sem líka flókið verkefni vegna þess að við höfum ekki valdið. Við höfum ekki fjárveitingavaldið, við höfum ekki ábyrgðina, við höfum bara það að þrýsta. Og það skiptir máli að við gerum það saman. Og mér langar líka að þakka fyrir samstarfið í bæjarstjórn og ég ætla að taka undir með það sem Gísli Stefánsson sagði hérna áðan. Að því nú ég búin að vera í 8 ár, það skiptir gríðalegu máli að því að bæjarstjórn okkar vinnuumhverfi, að geta átt gott samstarf og að við getum reynt að tala okkur niður á niðurstöðu. En það eðlilegt að við séum ekki alltaf sammála. En það samt ekki eðlilegt að við séum að slást hluti sem aðrir bera ábyrgð á. Í þeim eigum að standa saman og byggja og við getum hjálpast að við að vera með bara, þó við séum ekki alltaf að deila öllu því sama, en við verðum að standa saman í því að berjast fyrir hagsmunum Vestmannaeyja og ég veit það að þetta góða fólk sem í framboði núna allt á þeirri leið að það vill gera vel fyrir Eyjar. Takk kærlega fyrir samstarfið. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Vilja fleiri kveða sér hljóðs? Ef ekki, með leyfi varaforseta. Það bara verið gaman að sitja hérna og hlusta á þessar ræður allar og hérna upprifjununa og yfirgripsmiklu ræðurnar það sem við erum búin að vera að bardúsa hérna. Ég vil rétt hérna taka undir þetta sem Gísli Stefánsson líka sagði hér áðan nauðsynina þess að vera alltaf hringjandi í iðnaðarmanninn sem aldrei kemur fyrir á síðustu stundu að ef við reynum nú að horfa á björtu hliðarnar á þessum hremmingum sem við erum búin að ganga í gegnum í sambandi við samgöngurnar hérna síðustu mánuði að þá skulum við líta til þess að þetta var sennilega besta mögulega tímasetning á þessum hremmingum fyrst við á annað borð þurftum að ganga í gegnum þess. Það koma hérna í undanfara þess að það koma tillögur endurbæturnar á Landeyjahöfn og það mjög gott að hafa þessa stöðu til að hamra á í símtölunum sem Gísli var að tala hérna á. Þá höfum við lýsandi dæmi það sem ekki einhver endurminning 5 ára gömul það hvert þetta ástand getur leitt okkur. Við getum verið glöðið við því.
Almennt vil ég segja, það er nú búið að tæpa kannski á flestu sem við höfum verið að bardúsa síðustu 4 árin og ég bý að því, ég ætla ekki að kveðja ykkur núna, ég hef þau forréttindi hér að geta gert það bara í lok fundar. Sko, það eru nokkur atriði sem ég ætla að tæpa á og sumt hefur komið fram í ræðum annarra. Ég vil nefna hér þennan almennt góða rekstur á bæjarfélaginu þessi ár og reyndar undangengin ár fyrir þetta kjörtímabil líka. Alltaf góður afgangur, umfram áætlanir, engar lántökur, fjárfestingur markast af því sem reksturinn leyfir á hverju ári og ég leyfi mig bara fullyrða það að ef rekstur á bæjarfélagi væri keppnisgrein þá væri við alltaf á verðlaunapalli og ekki í bronsinu. Ég vil líka nefna það sem kannski ekki hefur verið lögð á áhersla hér núna á þessum fundi hvað bænum og okkur hér hefur tekist að skapa jákvætt viðmót og umhverfi fyrir uppbyggingu og nýsköpun í atvinnurekstri. Laxey er þetta kannski besta dæmið þetta og sem er stærsta einstaka fjárfesting í sögu Vestmannaeyja. Og mér finnst alltaf ánægjulegt að heyra það þegar forsvarsmenn Laxeyjar eru að benda á hvernig viðmót bæjaryfirvalda hefur gert þessa uppbyggingu kleifa á svona skömmum tíma og með svona afgerandi hætti. Og af því getum við öll verið stolt held ég. Og það mætti auðvitað líka nefna hér það sem er í farvatninu, fyrirhugaða uppbyggingu á hóteli og baðlóni á Skansinum. Mér langar líka til að nefna sem kom fram hér áðan hið farsæla Eyglóarverkefni sem byrjaði reyndar eins og sumt af því sem við höfum talað hér á síðasta kjörtímabili en lauk á þessu. Af því að eins og við munum, af því að engin annar vildi gera það, þá fjárfesti bærinn í því að koma hér upp háhraða ljóstengingu inn á ljósleiðaratengingu inn í öll hús í bænum. Og þegar sá fyrir endan á því opnaðist tækifæri til að selja allt byggsið til einkaaðila sem kann að reka þetta og endurheimta peningana. Þegar ég var að útskýra þessa aðgerð fyrir endurskoðandanum mínu sem kemst nú ofta kjarnamálsins að þá sagði hann, heyrðu þetta er frábært stönd hjá ykkur. Fyrst tryggiði tenginguna og takið svo peningana aftur og notið í annað. Og það var það sem gerðist. Ég held að þetta sé bara eitt af því sem við getum verið stolt af. Það er að mörgu að taka í framkvæmdum á vegum bæjarins. Ég ætla bara að nefna þetta sem var komið inn á áðan. Okkur hefur tekist að gjörbreyta eða bylta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar í bænum. Þó að þess sjáist ekki stað í gengi liðsins okkar í karlafótboltanum þessa dagana. En það kemur. Búningsklefarnir, gervigrasið og lýsingin væntanlega. Við höfum gert ýmislegt sem lítur að því að fegra og gera bæinn skemmtilegri og meira aðlaðandi. Viktartorgið var nefnt hérna, ég vil nefna líka þetta ráðhús sem við erum hér inn í og listaverkið og það sem saman fer fegurð og notagildi. Og svo vil ég sérstaklega taka undir með þeim sem hafa nefnt til sögunar þetta verkefni sem í krónum tali fyrir bæinn en nú ekki fyrirferðar mikið en verður kannski það þegar framlíða stundir sem við verðum stoltust af að hafa verið að bardúsa hér við bæði á þessu og síðasta kjörtímabili og það er neistinn sem ég fullyrði að hafi brotið blað í skólastarfi á Íslandi og aðrir skólar eru núna að taka sér til fyrirmyndar og hefur auðvitað verið mikið í umræðinni í öllu þessu samhengi. Sem sagt, við getum gengið stolt frá borði öll sem erum hér í bæjarstjórninni og svo óska ég auðvitað þeim sem ætla að vera hér áfram, eða minnst að kosta að reyna að vera hér áfram, velgengni í framhaldinu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós undir þessum lið og er umræður lokið. Þá er tekið fyrir 4. mál á dagskrá, fræðslur á Vestmannaeyjafundur 404, liðir 4, 1-4, 5 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 5. mál á dagskrá, framkvæmda á Hafnaráð, Vestmannaeyjafundur 334, liðir 5-1-5-11 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá, fjölskyldu og tómstundaráð, Vestmannaeyja, liðir 6-1-6-4 liggja fyrir til upplýsinga. Og þá tökum við fyrir
7. dagskrármálið, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 438. Liður 7.1. Deiliskipulag við Rauðagerði liggur fyrir til staðfestingar, það er sem sagt tillaga breytt deiliskipulag, orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og umræðu lokið við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa tillögu breytingu á deiliskipulagi gjöru svo vel gefumerki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir liður 7.2, það er að segja AT2 sem iðnaðarsvæði í Nýja-Hrauninu. Skipulagsbreytingar, það liggur fyrir til staðfestingar, tillaga breytt aðalskipulag. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda breytingu og aðalskipulagi gjöru svo vel gefumerki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liðir 7.3 til 7.12 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 335. Liður 8.1 liggur fyrir til upplýsinga. Nú hef ég víslað hér blöðu. Þá tekið fyrir níunda dagskrármálið sem bíðið nú við, það að finna þetta hérna hjá þér, 6.5. Já. Það var þetta sem var það. Sem bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3528. Liður 9.2, fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2027. Það sem sagt að ræða tímaáætlun fyrir það vinnuferli sem lagt til, tímaramma, varðandi vinnuna við fjárhagsáætlun, og það liggur fyrir hér til staðfestingar, orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta fyrrgreindan tímaramma fyrir fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2027 gerir svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir 9.5. Viðaukar við fjárhagsáætlun 2026 sem liggur fyrir til staðfestingar, orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta umrædda viðauka gjöra svo vel að gefa merki. Þeir eru samþykktir með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir 9.6. Íþróttamiðstöð, viðbygging, það liggur fyrir til staðfestingar, sem sagt samþykkt bæjarráðs á tilboði í verki liggur fyrir til staðfestingar. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Nei, orðið laust og Njáll Ragnarsson kveður sér hljóðs. Orðið ekki lengur laust, forseti. Það sem að ég búinn að taka að mér á þessum síðasta fundi bæjarstjórnar hlutverk bæjarstjóra, þá ætla ég að vera hér á takkanum. Ég kann bæjarfulltrúa Gísla Stefánssyni litlar þakkir fyrir það að leiðrétta þetta áðan, en ég var bæjarstjóri hérna í einhverjar sekúndur og það þykir mér vænt um. 4 sekúndur. En það sem að hér forseti, það sem hér til staðfestingar liður og fundagerð bæjarráðs, þar sem að tilboði lægstbjóðanda í uppbyggingu á klefum við íþróttahúsi og mál sem að vísað úr framkvæmda hafnaráði inn í bæjarráð og bæjarráð vísar áfram hingað til bæjarstjórnar til samþykktar. Og ég ætla hér að vera, eins og ég segja, á takkanum og fyrir aftan mig munu eru hérna myndir af þessari væntu byggingu, eins glæsileg og hún og það sem að hér ræðir það sem ég myndi segja væri verkefni sem við getum státað okkur af og nauðsynlegt viðhald á íþróttahúsinu, endurnýjun á klefum sem eru ekki aðeins íþróttahús heldur einnig skólahúsnæði og skyldi enginn gera lítið úr því að hér að ræða skólahúsnæði og verður þegar að risið ákaflega glæsilegt eins og sjá má á þessum myndum og þetta hér rauninni blanda saman myndum af þessari klefabyggingu, síðan anderi sem að kemur þarna líka og svo þeirrar heilsuræktar sem að stendur til að einkaaðilar byggja upp á þessu svæði. Og
ætla að láta þetta rúlla ef ég get. Kannt þú þetta? Er þetta músina? Já, það er svoleiðis. bara í. Eins og ég segi að þá er þetta verkefni afskaplega metnaðarfullt og þarna á að byggja klefa við íþróttahúsið og mér langaði líka hér vegna þess að það virðist gæta ákveðins ruglings í umræðinni þetta mál að hér sé í rauninni verið að fara á svig við þá framtíðarsýn sem að IBF íþróttafélag hefur mótað á svæðinu við Hásteinsvöll og þetta verkefni á ekki að koma niður á því á nokkurn hátt og hefur aldrei verið hugsað þannig. Við vitum að ástandið á þeim klefum sem eru núna við innganginn á íþróttahúsinu er ekki gott og það verður að halda því við og bregðast við því. Í framhaldinu verða þeir klefar síðan rifnir enda eru þeir bara það sem maður kalla mætti ónýtir eða þar bil. Og eins og ég segi, þetta er skólabygging, þarna fara öll skólabörn í Vestmannaeyjum í hverju einustu viku og nota sér þessa aðstæðu. En framtíðaruppbyggingin hjá IBVF, mér langar aðeins að koma inn á hana. Vegna þess að það eru einhverjir sem kannast ekki við þessi framtíðar og ég þora að nota orðið plan uppbyggingu hjá IBVF að þá var hún samþykkt hjá félaginu fyrir þó nokkuð mörgum ára síðan og hefur allar götur síðan verið unnið eftir því plani, bæði sú bæjarstjórn sem nú situr og sú sem var á undan líka. Fyrsta skrefið í því plani var klefar í stúkunni undir Hásteinsvelli. Þeir eru komnir, sennilega flottustu klefar í heimi sem eru þar. Annars skrefið var síðan gervigras sem var lagt á Hásteinsvöll og þriðja skrefið verður síðan stigið í sumar þegar það verður sett flóðljós á Hásteinsvölli. Í framhaldinu eru síðan á teikniborðinu bæði stækkun á Herjólfshöllinni og bygging handboltahús. Og þetta er síðan verkefni sem bíða til sem að taka síðan við í framtíðinni. Þannig að framtíðarsýnin er þessi sem að unnið hefur verið að og ég segi að bærinn hefur unnið þetta með IBVF að þessari framtíðarsýn. Og þetta ætti ekki að koma neinum á óvart nema þá þeim sem að bara vil ekki kannast eitthvað neitt og láta sig koma svona hluti á óvart. Og það er ágætt út af fyrir sig. Það má líka nefna það í tengslum við þessa framtíðarsýn að þá má líka halda því á lofti hér að í ársreikningi síðasta árs sem að við samþyktum hér fyrir á þessu ári að þá er 40% af heildarfjárfestingum bæjarsjóðs á síðasta ári fór í verkefni tengd framtíðarplaninu sem við vorum búin að vinna eftir og höfum unnið eftir. 40% af heildarfjárfestingum bæjarsjóðs fór í þessa uppbyggingu. Og ég held að við getum bara litið svo á að við séum að gera nokkuð vel í því að fjárfesta í framtíðar innviðum íþróttamála og getum gengið stolt frá því verki og stolt horfum við til þess þegar að þessi glæsilega bygging verður risin og gott ef að maður mætir ekki í ræktina eitthvað tíma þegar allt er komið og ég hef ekki farið þangað í mörg ár. Þannig að þetta er hérna, ég vona að þetta hafi eitthvað gert að rausa hér þetta og hlakka mikið til þegar þessi bygging verður risin. Takk fyrir þetta. Njáll Ragnarsson, orðið er laust þetta mál. Eyþór Harðarson, gjörðu svo. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, gestir. Já, íþróttahúsið og þessi viðbygging, þetta er svo sem búin að vera í umræðinni hérna í kringum okkur undanfarið og í langan tíma. Viðbygging sem nú er að komast á koppinn er ekki ný hugmynd. Í aðdraganda kosninga 2022 voru við sjálfstæðismenn með það á dagskrá að endurnýjun á búningsklefum við gamla íþróttasalinn væri tímabær.
Slæmt ástand búningsklefa var öllum ljóst og spurning hve lengi væri forsvaranlegt að halda þeim í notkun, ef uppfylla ætti eðlilega kröfur á þannig aðstöðu. Fljótt kom upp hugmynd að búningsaðstöðu samsíða Nýjasalnum og nýta þá gömlu klefana þar til nýir yrðu teknir í notkun. Einnig þótti það mikið hagræði í því að byggja upp aðra hæðina og fá þannig töluvert mikið pláss á hagstæðu fermetraverði frekar en að hafa bygginguna eingöngu á einni hæð. Ný líkamsræktarbygging verður svo byggð norðan við þessa byggingu fljótlega eins og komið hefur fram. Mikil tækifæri verða til í íþróttamiðstöðinni með þessar uppbyggingu þar sem mjög hefur fæst í vöxt að alls konar starfsemi getur átt heima á svæði íþróttamiðstöðarinnar. Það samtal mun eiga sér stað við hagaðila á næstu misserum og horfi ég björtum augum á framtíð íþróttamiðstöðarinnar. Vestmannaeyjar eru íþróttabær og erum við stolt að ljúka við frábæra uppbyggingu á Hásteinsvelli með lagningu á gervigrasi og flóðlýsingu sem verður sett upp á haustmánuðum. Og ég vona að íþróttafélög í bænum geti verið sammála það að uppbygging og efling íþróttamiðstöðarinnar næst á dagskrá. Í mínum huga íþróttamiðstöðin og Hásteinsvöllur á sama íþróttasvæði sem nýtist bæjarfélöginu ákaflega vel til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta mál? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, skjólstæð. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég ætla bara kannski aðeins að koma inn á það. Auðvitað náttúrulega búið að taka þessa stefnu gagnvart þessar byggingu fyrir löngu síðan með samþykkt fjárhagsáætlunar á sínum tíma þegar að þetta lá fyrir. Það sem þó ég ætla að taka undir í þeirri umræðu sem hefur komið fram og við höfum og ég undirrituð hef kannski gagnrýnt áður í öðrum málum þessi mögulegi skortur á umræðu og kynningu og þegar það ekki til staðar að þá eðlilega skapast mögulega einhver upplýsingaóreiða. Og þannig hefði klárlega bæði innan fræðsluráðs og ég bara sem nefndarmaður inn í fræðsluráði tek það bara alveg til mín að mögulega hefði maður þurft þá bara sem nefndarmaður að kalla eftir umræðu þetta og þannig sama ber undir fjölskyldu- og tómstundaráð þar sem að auðvitað þessi bygging þar sem að í rauninni svona hennar heimili að auðvitað ætti umræða þessa byggingu að hafa farið vandlega fram þar. Þannig að það kannski það sem ég ætla að svona fyrst og fremst að taka undir í þessu umræðu að hefði mátt klárlega vera betra. Takk. Orðið ennþá laust. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vildi bara kannski aðeins nefna að upplýsingaflæði auðvitað alltaf af hinu góða og klárlega má alveg kynna þetta betur fyrir bæjarbúum. Það má útskýra betur hvað við á og hver hugsunin á bakvið við þessa byggingu. En ég vil samt bara minna á að það langt síðan við fórum að ræða þetta. Og ég var að fletta því upp nú daginn, ég held að það hafi verið á fundi fjölskyldu- og tómstundaráðs 2021, ef það var ekki 2022, ég man ekki alveg hvort það var 21 eða 22, þar sem að ég sá að minnstkosti að þá var ég formaður ráðsins og þá fengum við kynningu á þessu og ég er ekki viss um að höfum séð þetta vídeo en við sáum þessar myndir, þær voru þarna þær voru það. Alveg pottþétt. Ég hef minnstkosti sá þær fyrst þar og ég hef séð þær líka áður en ég get ekki alveg fullyrt nákvæmlega hvenær það var eða hvort það var í fjölskyldu- og tómstundaráði eða framkvæmdahafnaráði. En ég hef minnstkosti að því að ég átti í rökræðum við vin minn út í bæ það og upplýsingar þetta og ég skil það alveg, ég skil alveg að fólk sé kannski að kalla eftir upplýsingum og mér finnst það bara gott og vel, við meðum bara taka það til okkar
og upplýsa bæjarbúa. En það búið að upplýsa ráðin, algjörlega. Og ég bara mjög stolt af því að við séum að fara í þetta verkefni, því að við vitum það vel að íþróttahúsið okkar, við erum búin að vera að plástra það í mörg ár. Við erum með bara verkefni, stór verkefni þar inni sem við þurfum að hlúa að. Og það ekki bara þessar klefar, við þurfum alveg að huga meira að íþróttahúsinu. Þannig að það já, þannig að við vitum það alveg og þessi klefabygging algjörlega verður við heldur bara okkur til framdráttar og þetta náttúrulega bara fyrsta skrefi, myndi ég segja, í að laga íþróttahúsið okkar. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég bara taka undir það sem að hefur komið fram hérna. Ég er mjög ánægður með þessa hugmyndafræði sem í gangi varðandi íþróttahúsið. Mér finnst vera í umræðunni svolítið skekkja þegar kemur að því að já, bara þeir sem eru að huga hagsmunum íþróttafélagsins okkar líta á þetta og þessa uppbyggingu sem einhvers konar árás á þeirra plön. Það ekki þannig. Við erum með íþróttahús þarna og það þarf að standast bara þær kröfur sem við setjum á sjálf okkur. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Helga Jóna Harðardóttir nefndi áðan, þá fengum við svo sannlega kynningu á þessu. Þetta og það var annaðhvort eins og hún nefnir í lok síðasta kjörtímabils eða í upphafi þessa. Ég myndi nú svona áætla því að þetta var nú hluta af stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins í kosningu 22 að þetta hafi aðeins legið fyrir það. Það var ágætis samstarf um þessar pælingar þá á þeim tíma innan þeirra sem voru að bjóða sig fram fyrir alla flokka. Það sem að ég held að sé kannski svona lykilatriði í þessu til þess að það sé alveg á hreinu að upplýsingagjöfin sem slík innan bæjarstjórnar í þessu máli hefur bara verið góð. Þetta lá fyrir strax í byrjun, þetta var samþykkt snemma á kjörtímabilinu. Það sem að kannski skekkir aðeins myndina að koma þessi ferli hefur verið svona, það hefur tekið langan tíma og það ýmsar ástæður fyrir því sem að ég tel að bara þurfi svona kannski að taka aðeins á annar staðar heldur en í umræðunni í bæ, heldur bara meira svona að koma þessu svolítið krafti í ferli núna á næstunni eins og við erum að vona að það gerist. Ég svo sem sammála því að það hefur verið eðlilegt að sjá kannski einhverjar myndir þetta meira svona opinberlega fyrr. Það er oft gott að fría sig með það en ég held að kannski það sem að oft dregur okkur pólitíkur til þess að því miður vera við erum kannski ekki alltaf svona on the front foot ef við má sletta þegar það bara gott samstarf og gott samtal að við erum þá kannski ekki alveg eins upptekin af því að eins og ef að það eru kannski átök milli flokka þá erum við mun duglegri að dæla út upplýsingum til þess að hvað við segja reyna að hafa stjórn á umræðunni eða þannig. Það hefur kannski ekki þurft beint pólitískt á þessu kjörtímabili en á sama tíma þá vantar kannski bara þá er þetta bara eitthvað sem við getum lært af. Og ég bara leggja áherslu á það að í mínum huga það hefur þetta aldrei verið einhvers konar árás á þau plön sem að okkar góða íþróttafélag hefur lagt fyrir okkur og við höfum svo sannarlega mætt á fundi og fengið yfirferðum. Það sem að mig langar hins vegar kannski að nýta tækifæri núna og að brýna félagið okkar og mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt. Þó að við stöndum vel, þó við skuldum ekkert, þó að bæjarsjóður standi eins og hann þá eru peningar takmörkuð auðlind og það að setja fram stefnu sem gengur út á það að bæjarfélagið borgi undir eitthvað plan sem að hljómar upp á 5-6 milljarða eða hvað það þó það sé minna, þó það sé meira. Ef að við viljum að það sé raunhæft, þá þurfum við að leggja þetta upp sem langtímaplan í samtali
sem tekur ekki aðeins með íþróttamálin, heldur allan rekstur bæjarins inn í það samtal. Ef við gerum það ekki, þá verða svona hugmyndir bara ekki að veruleika. Það held ég að sé lykilatriðið. Pólitíkin inn í svona, eða svona í kringum þetta á undanförnum árum, þegar voru mikil átök hérna í bæjarstjórn og svona þangað til og það náði alveg yfir á þetta tímabil, þá hefur svona pólitíkin í kringum þessi mál snúist það að eina leiðin til að ná markmiði sínu er að fá nákvæmlega það sem ég vil. Og leið og ég vil það. Það er ekki góð leið, eða einn góður svona mentor í pólitíkinni sem ég ræddi við einu sinni þegar ég var svona að stíga mér fyrstu skref. Hann sagði mér, þú getur svona, já, þú mátt vænta þess, alveg sama hvort þú sért í stjórnarandstöðu eða í stjórn, þá er það gríðarlegur sigur fyrir þig sem pólitíkus eða bara fyrir þig sem forsvarsmann félagasamtaka eða hvað að ná svona 20% málanna þinni í gegn. Af því þetta er alltaf samstarfsverkefni. Það er ekkert pláss fyrir það er ekkert pláss fyrir mikið meira af því þú ert í samstarfi við aðra, meira og minna. Þannig að það er þetta sem að ég held að við þurfum að hafa í huga þegar kemur að þessu máli. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Hafa fleiri hvatt sér hljóðs í þessu máli. Ég ætla að fresta atkvæðagreiðslunni og gera hlé á þessum fundi í 10 mínútur vegna hagsmunagæslu sem fer fram hér á gangi. Fundurinn er frestað í 10 mínútur.
Fundið er framhaldið. Við vorum hér í umræðum viðbyggingu. Umræðunni var lokið, atkvæðagreiðslan eftir. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir málinu, það er að segja vilja staðfesta það tilboð sem bæjarráð ákvað að taka í framkvæmdirnar, gjöru svo vel og gefur merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 9.7, uppbygging og rekstur heilsuræktar við Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja. Þar sömuleiðis liggur fyrir samningur uppbygging og rekstur sem liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og umræðu lokið og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umræddan samning, gjöru svo vel og gefur merki. Það eru 8 atkvæði með og 1 þeir sem eru á móti. Enginn, þá er þetta samþykkt með 8 atkvæðum og 1 situr hjá. 7 atkvæðum og 2 sitja hjá. Taldi ég rétt núna. Gjörðu svo vel. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sín. Forseti bæjarfulltrúar og gestir, já, í ljósi þess að umræddur samningur er að nær öllu leyti útbúinn í fullu samhengi við útboð, það sem að mér hefur orðið tíðrætt hér í pontu og gagnrýnt meðal annars ströng skilyrði að þá geti því miður ekki með góðri sannfæringu samþykkt þennan samning. Það er þó ekki þannig að mér þykir samningurinn vondur eða sé honum sjálfum endilega ósamála, heldur grunnurinn sem hann er byggður á hef ég gagnrýnt og sit ég því hjá við afgreiðslu hans. Ég óska þó vörglas til hamingju með samninginn, óska þeim góðs gengis í uppbyggingu sinni og vænti þess að þau sinni samfélagi okkar vel og af myndarskap. Takk. Takk fyrir þetta. Þá er tekið fyrir liður Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Ja, það er búið að greiða atkvæði en það er að gera grein fyrir atkvæði síðan. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, það er heilsuræktin. Ég vil bara lýsa yfir ánægju með að Vestmannaeyjabær er að semja við einkaaðila til að byggja upp og reka líkamsræktarstöð. Það hefði ekki verið fjárhagslega mögulegt fyrir sveitarfélagið að fara í þessa uppbyggingu á næstu árum. Og líkamsræktaraðstaðan hefði þá verið áfram í þeim sölum sem starfsemin hefur farið fram á síðastliðin ár á vegum Hressó og svo núna nýlega þá World-Class tímabundið í því leiguhúsnæði. Með þessu skapast rými til annarra starfsemi sem á heima í Íþróttamiðstöðinni. Það er þá vinna næstu ára að skipuleggja og vinna úr þeim tækifærum sem felast í því að gera Íþróttamiðstöðina að enn meiri aðdráttarafli fyrir bæjarbúa. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Þá er tekið fyrir mál númer 9.8 í sömu fundargerð, það er að segja fundargerð bæjarráðs. Og þar er að ræða kauptilboð sem liggur fyrir í Ægisgötu 2 og liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og umræðu lokið. Við greiðum þá atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir málinu gjöru svo vel og gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 9.1, 9.3 til 9.4 og 9.9 til 9.22 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 10. mál á dagskrá fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 328. Liður 10.1 liggur fyrir til upplýsinga. Og þá er tekið fyrir 11. mál á dagskrá, fræðsluráð Vestmannaeyja 405. Fundur liðir 11.1 til 11.4 liggja fyrir til upplýsinga. Og loks er tekið fyrir mál tekið fyrir 12. dagskrármálið sem er framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 336 og þar liggur fyrir liður 12.1 til upplýsinga. Þá er dagskrá þessa fundar tæmd og sömu sögu er að segja erindi þessara bæjarstjórnar. Það er tæmt, að minnstakosti hvað bæjarstjórnarfundi varðar. Við höldum auðvitað umboði okkar og skyldum þangað til ný bæjarstjórn hefur verið kjörin.
Ég vil að þessu tilefni þakka ykkur öllum, bæjarfulltrúum og varabæjarfulltrúum, ánægjulegt og umfram allt árangursríkt samstarf á þessu kjörtímabili sem nú er að ljúka. Í öllum veiga mestu og mikilvægustu hagsmunamálum okkar eyjamanna höfum við verið sammála og samtaka. Örfá önnur og smærri mál höfum við tekist á, en þá af prúðmennsku og kurteisi oftast. Og það hefur verið auðvelt að stýra fundum þessa öndvegis fólks sem hér situr. Ég vil líka þakka samstarfi við starfsfólk og það starfsfólk Vestmannaeyjabæjar sem ég hef haft saman við að sælda og þá allra helst Drífu Gunnarsdóttur sem ég lít á sem sérstaka auðlind hér í Ráðhúsinu. Og síðast en alls ekki síst vil ég þakka bæjarstjórunum okkar, Írisi Róbertsdóttur, sérstaklega fyrir einstaklega gott samstarf og frábæra frammistöðu í starfi. Og þá er komið að því að slíta þessum síðasta fundi bæjarstjórnar. Ég bið bæjarfulltrúa þó að flýta sér ekki eða hlaupa ekki strax út því að okkur sem erum að hætta í bæjarstjórn, við fáum ekki blóm í kveðjuskyni, 7 talsins, en þau sem ætla að halda áfram eða reyna að halda áfram, fá ekki blóm. Ég veit eiginlega ekki af hverju það er, mér finnst að þið ættu að fá blóm líka. En svo er ekki. Þessum fundi er slitið.